Já, ég ætla að deila þessu sko á hérna. Gjörðu svo vel, erum í loftinu. Já, og segi bara þennan fund settan og frábært að sjá okkur. Gústaf var búinn að tala um að hann yrði eitthvað seinni, örlítið seinn, en annars sýnist mér bara að vera komin ágætis mæting. Við skulum bara ganga til dagskrár. Eins og fram hefur komið þá eru víkingsmenn uppteknir í dag, stendur mikið til. Og ég ætla bara að gefa ykkur orðið, víkingar, gjöru svo fyrir, kannski kynnið ykkur, ég var ekki alveg, Haraldur og hvað, Jón Gunnlaugur. Já, Og daginn heyri í mér. já, mjög Það vel. heyrist í mér, já. Ég er Haraldur Haraldsson, sem ég er framkvæmdastjóri Víkings og takk fyrir boðið á þennan fund. Með mér er hann Jón Gunnlaugur Viggósson sem er nýr íþróttastjóri í Safamýri, íþróttastjóri Víkings í Safamýri og hérna, svona eiga, eins og ég sagði hann heimi, svona 15 minna spjallið ykkur bara. Ég skal bara opna þetta. Það styttist í stóra daginn, við tökum Safamýrina formulega yfir. Það er náttúrulega búið að vera tölulegur undirbúningur í gangi og eins og þið þekkið, síðustu 2 vetur höfum við verið hérna niður frá með yngstu krakkana og erum sem sagt þetta skólar sem eru að klárast með 4. bekk og niður úr. En tökum svo, já, við öllu sennilega 1. ágúst samkvæmt drafti af samningi við borgina Safamýrina. Við höfum fundað mjög reglulega með öllum aðilum sem hagsmunaaðilum eins og Fram og IBR og ITR og foreldrafélögum og íbúasamtökum og slíku. Og erum að stefna núna á fund, það er semst búin að setja niður stóran fund 19. maí þar sem við ætlum að reyna að leggja upp okkar plan svona hvernig þetta verður þegar skóla byrja aftur í haust. Þannig að foreldrar séu dálítið meðvitaðir það hvað er að fara að gerast nákvæmlega í Safamýrinni. Þetta er, eins og við höfum alltaf sagt, þetta er ákaflega svona challenging verkefni. Þetta er að reka íþróttafélag á 2 stöðum og hver á að æfa hvar og hvenær og allt það. Þannig að það töluverð vinna eftir hjá okkur ennþá áður en það kemur að þessum fundi sko, til þess að leggja niður planið fyrir haustið. En í því var í þeim undirbúningu var gríðarlega mikilvægt að fá heimildina til að ráða hann Jón Gunnlaug inn, Gulla eins og við köllum hann. Og hann hóf störf 1. apríl og er með aðsetur í Safamýrinni, þannig að það er svona komin okkar fulltrúi þarna með fasta bækistöð niður frá og svo stækkar það bara eftir því sem vikuna líða. Gulli, vilt þú bæta við þetta eitthvað svona? Þú fórst bara vel yfir sviðið. Ég bara gaman að sjá okkur öll og takk fyrir boð á fundinn og bara mikið tilhlökkun fyrir mig að vera komin hérna inn í Safamýrina og verður gaman að taka þátt í þessu risastóra verkefni, sko. Er eitthvað svona Já, brennur á ykkur? bara, sko, það sem ég vil kannski koma á framfæri er að ég hef upplifað bara jákvæðni í hverfinu, gagnvart breytingunni og kannski ekki síst gagnvart innleiðingunni, það er svona svolítið stofnanlegt orð, en bara svona hvernig Víkingur hefur farið í þetta mál og svona kynnt reglulega og boðið íbúa velkomna, en nú bý ég svo sem ekki í hverfinu sjálf, þannig að ég get ekki, og er ekki með böttandi hverfinu, þannig ég hef ekki upplifað þetta sem notandi, en svona getið þið sagt mér aðeins út frá svona hverfisvinklunum og íbúavinklunum, kannski ef við takið svona ykkar upplifun, ekki bara svona Víkingur og hér komum við heldur, hvernig eru það að upplifa samstarf við foreldra og hvað hafið þið heyrt og svona? Já, þetta er mjög góð spurning því að þetta hefur ekkert alveg gengið áfallalaust. Það er búið að rekja okkur á ýmislegt og almennt séð er mjög góð stemning fyrir þessu og starfið hefur verið þannig eins og til dæmis í vetur að við erum búin að vera með fasta rútuferðir á milli Safamýri og hér í Víkinni á tímanum frá 2 til 6 sem stoppa þá alveg við alla skóla hverfisins og taka upp krakka. Eins og það er þessi, og það er eiginlega það sem er búið að vera erfiðast í þessu, það er þessi akstur og foreldrum finnst of mikið að eyða kannski klukkutíma í rútu fyrir utan og svo kannski 15-20 mínútum að bíða eftir rútuna og slíkt sko.
til þess að fara á æfingu í klukkutíma og það svona búið að vera erfiðasta og það hefur gerst held ég 2-3 að krakkar hafa bara hreinlega týnst og ég get nú rétt ímyndað ykkur að það ekki vinsælt. Þannig að það búið að vera svona það sem hefur verið gagnrýnt mest í þessu en 90%, 95% hefur þetta verið mjög jákvætt sko og einhverju foreldrar hafa hreinlega sagt það þau treysti sér ekki að setja krakkana í rútuna í svona mikið ferðalag eins og þeim finnst þetta að vera sko og hérna Kannski það dálítið- sérstaklega þessi yngstu þá eða hvað? já, sérstaklega Já. þessi yngstu sko. Já. En við höfum farið þá leið að vera með, það gengi mjög illa að manna sem sagt starfsmann með rútunni. Við höfum hins vegar náð að gera það 2 daga af 4 þegar þessir yngstu eru á ferðinni. En nú held ég að yngstu börnum væru mest í Safamýrinni. Nei, það er sko handboltastarfi er mjög gott Safamýramegin og það er dálítið fjöldi af krökkum sem æfa þar en fótboltamegin er þetta miklu brotnara og fámennara og ok. fyrir viki hefur ekki verið hægt að halda út í föstum æfingu þar fyrir þessa yngstu út af fámenninu sko. Ok. Þannig að þetta eru krakkar í fótbolta sem eru mest að fara hér á milli sko. Já. En er stemt að því að það breytist eða þetta tímabundið eða hvernig? Já, það er náttúrulega bara í raun og veru sko verkefnið er að stækka hópinn, fá fleiri á æfingar og það er mjög stór hluti af til dæmis kvennafótboltanum í Safamýri, hann var bara farinn eitthvað annað í Þrótt eða Val því að því var illa sinnt. Og þannig að þetta er svona ákveðið bara uppbyggingaverkefni sem getur tekið smá tíma sko að 1, 2, 3 ára að búa til eitthvað kjarna af þessum yngstu sko og auka nýliðin í hverfinu sko í íþróttunum sko. En aðstæðan er alveg fyrir hendi til að byggja upp svona meiri kjarna í Safamýrinni. Já, aðstæðan er alveg við hendi og það er ekki vandamáli sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta hefur verið list svona, já, ég þau miskilningu mig, ég held ekki að þetta hefði getað byrjað alveg bara dálítið bratt þarna með yngstu krakkana, það væri einmitt eldri krakkarnir sem væri að fara á milli sko. Byrjum við fyrir 2 árum síðan með þessast yngsta stigið og núna fyrir þetta tímabil þá tókum við þessast 2 yngstu flokkana og svo verður innleiðingin núna alveg upp úr sko. Já, einmitt. Við hefum verið að tvinna þetta svolítið saman líka, til dæmis í dag fór 7. flokkur kvenna með þjálfarunum í rútuna og á æfingu í Víkina. Allir eru að æfa saman, þannig að við erum að hægt og býtandi að kynna krökkunum fyrir starfsæminu báðum megin sko. En eru þá krakkar hérna bústaðahverfismegin ekkert að fara yfir, og kannski sérstaklega í handboltanum að fara yfir í Safamýrina? Er þetta svona beggja plans? Jú, það verður sko, markmið okkar er náttúrulega að séu æfingar í nærumhverfi, sérstaklega fyrir yngstu stigin sko. Já. Og það náttúrulega gæti tekið tíma á einhverjum flokkum að ná fótfestu þannig sko. En í handboltanum þá er svo fótfesta nú þegar til staðar. Já. En annars verður í eldri flokkunum þá verða æfingar sjálfsögðu báðum megin og líka saman í Safamýri eða saman í Víkinni. Já. Okay. Guðrún er búin að vera hendur uppi svo lengi. Já, Beta. Fullt af spurningum. Gjörðu svo Beta. Ég býð þolinmæð. Nei, ég var bara svona að velta fyrir mig hversu mikil fjöldi þetta er að yngstu iðkendunum sem er að fara með rútunni yfir í Víkina úr Safamýrinni. Hvað ætli þetta séu margir iðkendur? Og eins forvitni hvort þau séu að nýta sér þá frístundina Víkingsmegin eftir æfingar? Já, það er engin frístund Víkingsmegin lengur sko. Það var frístund hérna þegar Fossvogsskóli notaði húsið okkar, kom með krakkana, fylgdi krökkunum æfingum og foreldrar sóttu hingað en það er alveg hægt. Nú fara krakkarnir beint tilbaka sko eftir æfingar og aftur í frístund í Fossvogsskóla sko. Þetta er svona dálítið misjafnt eftir dögum en þetta eru svona 15-20 krakkar kannski sem er að nota rútuna í þessum yngstu flokkum sko. Það var að koma í einu í rútinu sko en þetta er náttúrulega marga ferðir síðan sko og sumar ferðir eru mjög fámennar. Þetta er tölvöld dýr lausn. Það var rútukerandi hér alveg á milli sko. Akkurat. Já, þetta var bara spurning. Þannig að það er tölvöld brottfall að iðkendur sem voru Safamýrismegin sem kjósa að nýta sér ekki. Já, ég ætla ekki að segja orðið eitthvað mikið brottfall en hins vegar var orðið
það var orðið náttúrulega mjög mikið brottfall í sérstaklega kvennamegin í fótbolta í Samherji sko. Og það tekur tíma að byggja upp aftur sko. Já, En ég einhverjir foreldrar hafa kosið að hérna, nú er ég bara að tala á fingur mannara handa sko, 2-3 foreldrar sem hafa kosið að hérna sem nota ekki rútuna sko og þeir treysta börnunum sínum ekki í það sko. Akkurat. Já, það var bara þetta. Síðan var auðvitað þetta ástand bara áður en þessi breyting kom til að þá voru hérna krakkarnir bara og sérstaklega eldri krakkarnir svolítið farin bara yfir í Þrótt og Val vegna þess að valkosturinn var þá að fara alla leið upp í Úlfarsadal sem er þetta algjörlega absúrt bara landafræðilega séð, það er bara svo langt að fara sko, þannig að þetta var Hlíðarnar eða Laugardal var þá alltaf miklu rökréttari heldur en hérna fram þarna lengst út í rassi sko. Já, stóra markmið okkar í þessu er að geta haldið æfingar í næri umhverju krakkana sko, það sé ekki á þessum þvælingi sko, það er endalega markmiðið sko. Það er mitt. Fleiri spurningar? Velkomin á fundinn Gústi, hefur þú með eitthvað? Í sambandi við Víking? Heyrist ekki Díón, kallan? Mér ekki svo. Nei, takk. Já. Nei, ég bara takk fyrir að bjóða mig velkomin á fundinn. Nei, ég bara leita að mista kynningunni eiginlega. Það er að drösla svona seinna stað. En hvað með hérna, mér langar bara að spyrja svona almennt að við stundum verið talað, sko nú er hérna var svona tennisvöllunum svona bjargað, það var svona eitthvað, vangaveltum að leggja það niður og sko með mótmæli og svo hérna þeir í gangi, tennisstarfið öflugt og eru krakkar að koma þá líka úr hérna að háleiti í tennis og hérna svo hefur eitthvað verið rætt, jú svo þið ekki líka með hérna einhverja bardaíþrótt eða er það búið? Eða hætt? Við erum með karate og karate búið að vera núna síðustu 2 vetur í Safamýrinni, í salnum þar. Já, ok. En hérna varðandi tennisinn þá er hérna tilkoma þessar nýju valla og náttúrulega gerbreytt aðstöðunni fyrir tennis og hinga sækja ekki bara krakkar úr hverfinu eða sem næri háaleiti eða heldur alla Reykjavík því að þetta er náttúrulega bara langbesta tennisaðstæðan í bænum sko. Og það er á skipulagi sko, það eru hérna 2 vellir í viðbót sem tennisdeildin vill endilega fá þarna sko. Því það er hérna á sumrin er þetta, sumrin er þetta mikið notað og ekki bara tennisdeildi Víkings, þetta er af tennisdeildunum í Reykjavík sko. Já, ok. Því að aðstæðan er bara mjög bágborin í tennis en svo eru hugmyndir að byggja tennishús hérna við TPR. Það er eitt af því sem hefur verið á einhverju tekniborði sko. Sem að Víkingum myndi taka þátt í? Já, þessi borgin bara byggir þá á og er því þá væntanlega sameiginleg aðstæða fyrir að því að það er verið að leigja fyrir 10 milljónir aðstöðu í tennishöllinni Kópavogi fyrir tennisdeildina sko. Fyrir vetrartímann, þannig að þetta er bara einhver fjárfesting sem er borgast upp okkur X árum sko. Ok. Ég er svo sem ekki með meira, þetta var bara fínt að heyra í ykkur, allavega þetta er líka kannski svolítið spurningum að hérna þetta íbúðaráð er svona það bil næst síðusti fundur þessa íbúðaráðs, þannig að hérna við vildum svona kannski bara heyra í ykkur áður en við kveðjum og svo tekur nýtt ráð við og það getur svo vel verið að verði eitthvað sama hólkin sem heldur áfram, það kemur bara í ljós. En bara hérna, takk fyrir þetta innlegg, nema að sé var einhver annar með spurningar? Engar hendur í loft allavega. Þannig að hérna, ég segi bara áfram Víkingur, bara takk í kvöld. Já, takk fyrir það og bara takk fyrir samstarfið, þeir sem sitja ekki áfram. Já, ok. Það er bara mjög ánægilegt að geta átt þennan vettvang til að tala saman og það heldur áfram. Gott mál. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Bless. Bless. Heyrðu, áður en við göngum til næsta liðar þá þarf ég aðeins að hérna standa upp í 30 sekúndur, afsakið mig.
Dóra ætlar að reyna að tala við okkur, þetta á mjút. Eitt smáatriði hérna. Ásækja mig. Ég var að reyna að vera svo þú Heimir, ég var að gera 2 hluti í einu, mér tókst það ekkert betur. Hérna, þá göngum við til annars liðar sem bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna bókunar íbúðarráðs Háaleitis og bústaðahverfis erindi fyrir foreldrafélags Breiðagerðisskóla. Þetta er í rauninni ekkert flókið mál, þetta er bara frekar einfalt mál. Við auðvitað fjölluðum bókunina. Við gerðum bókun vegna erindis foreldrafélags og það sem við erum að gera núna er í rauninni bara að leggja fram bókun Flokks fólksins sem hljóðar svohljóðandi. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir erindi foreldrafélags Breiðagerðisskóla og bréf íbúðarráðs Háaleitis og bústaðahverfis að auka umferðaröryggi við Breiðagerðisskóla. Hraðahindranir eru oftast besta leiðin til að draga úr umferðarhraða alls staðar þar sem börn eru þarf að tryggja umferðaröryggi með öllum ráðum. Þannig að við erum sjálfur sér ekkert að fjalla meira en þetta, það er bara fínt að fá þennan stuðning frá fulltrúa Flokki fólksins. En næsta mál á dagskrá tengist þessu og ég óskaði eftir því að setja þennan lið á dagskrá svona, sem sagt liður 3, hraðakstur í hverfinu og ábendingar íbúa til umræðu. Það sem að mæðir á mér og ég gæti trúað að það sama eigi við sum ykkur er að undanfarin bara á þessu kjörtímabili þá hefur hraðakstur í hverfinu verið svona undirliggjandi þema. Ég held við höfum ekki bókað eitt stakt mál meira heldur en hraðakstur í hverfinu. Ýmsar götur, þú veist, það eins og seinast, það kemur erindi frá foreldrafélaginu, það hefur komið erindi frá íbúasamtökunum, það hefur komið erindi frá íbúum, það hefur komið erindi í tölvunetfangi mitt, það er einn íbúi í Heiðargerði sem búin að eiga í einhverjum samskiptum við Reykjavíkurborg í 6 ár til þess að reyna að fá lækkaðan umferðarhraðan í Heiðargerði og bottom line, niðurstaðan svolítið af öllu þessu og já, og svo munið eftir því, ég held ég hafi talað um það síðast líka, það var frétt vegna ofsaaksturs á Sogavegi. Það verða alltaf til einhverju brjálæðingur af fólki í neyslu og fleira en staðreyndin er sú að það var hægt að keyra á 100 km hraða á Sogavegi. Við erum búin að kvarta yfir Hæðargarði og Bústaðavegi og fleira. Niðurstaðan af öllu þessu er nákvæmlega engin. Það hefur ekkert gerst. Það hefur ekkert verið haft samband við íbúaráð, íbúasamtök, foreldrafélög, það hefur ekkert gerst. Borgin er ekki að bregðast við þessum ekki sífelldu en reglulegu bókunum okkar og umræðum og í hverfinu. Og ég ákvað bara, ég vildi bara nefna þetta við ykkur, heyra hvað þið segið. Og málið ég ætlaði að skrifa bókun en ég ákvað svo að gera það ekki því þú veist, ég myndi, hún yrði hvað sem aldrei sérstaklega löng og ég vildi líka bara heyra í ykkur, þannig að ég var einhvern veginn bara búin að gera einhverja bókun og myndi leggja hana fyrir ykkur, þannig að ég vil bara gefa ykkur orðið laust þetta og eins og ég segi aðal ástæða þess að ég setti þetta inn var svo að ekki til þess að koma með enn eina bókunina hraðakstur heldur bara að benda á þetta fullkomna aðgerðaleysi borgarinnar gagnvart öllum okkar umhverftunum og ábendingum bókunum. Hvernig gætu við skapa meiri þrýsting? Ég veit það ekki. Þetta er alveg, ég er alveg sammála, þetta er alveg hundleiðilegt einhvern veginn að líka bara einhvern veginn að fá ekki, maður er að bóka einhvern veginn aftur og aftur, maður fær heldur ekki að vita almennilega hvað, maður fær heldur ekki viðbröð hvað er verið að skoða eða fara að framkvæma eða eitthvað. Nei, fáum ekkert að vita og þú veist það að verið staðað einhvern veginn
maður sér ekkert í umhverfinu að það sé eitthvað verið að mæla upp eða gera eitthvað eða einhvern veginn að bregðast við. Það hefur ekki verið talað við mig sem formann íbúðaráðsins, ég veit ekki til þess að það hafi verið talað til dæmis við foreldrafélagið eftir erindið eða heim eða einhver í þjónustumiðstöðinni. Það bara hefur ekki, þú veist, þessar bókanir, það er bara að fara út í eitthvað svarthol og tínast þar á einhverju sporbraut. Bókana, sporbraut. Er þetta ekki lýsandi hjá mér? Má ég biðja orðið, Þóra? Gjörðu svo vel, já. Já, ég hef svo sannarlega orðið var við þessar bókanir ykkar og fyrirspurnir og þið megið alveg treysta því að þessar bókanir fara þá ýmist til skrifstofu samgöngustjóra og síðast til skipulags samgönguráðs sem heldur á þessum málaflokki. Ef að ég þekki verklega rétt hjá samgöngustjóra þá eru þessar ábendingar, þær eru bara einfaldlega skráðar hjá þeim og svo taka þeir afstöðu og forgangsraða sínum tillögum í umferðaröryggisaðgerðum bara eftir þeirra parametrum, væntanlega út frá kostnaði, slysahættu og einhverjum þáttum sem ég kann ekki að skýra. En svo náttúrulega bendi ég líka á í þessu sambandi náttúrulega eins og þið fenguð, við höfum rætt áður, hámarkshraða áætlunina fyrir Reykjavíkurborg sem náttúrulega var samþykkt fyrir, er það ekki ár síðan og hún er innleidd í skrefum og það er búið að innleiða fyrsta hluta og væntanlega, ég þekki ekki, það er bara háð pólitísku vilja held í hverju sinni hversu hratt og er farið í það. En ég vildi bara koma þessu að bara til þess að varpa einhverju örlítið ljósi á þetta. Já, ég meina í rauninni, sko, ég veit alveg að þú hefur sinnt þínu og þetta hefur farið í rétta farveg, þú hefur gert þetta allt saman rétt, en þú ert í rauninni samt sem áður að segja bara það sama og ég verið að segja. Þú veist, við hefum sendt þetta frá okkur, það hefur samt sem áður ekkert gerst. Hámarkshraða áætlunin, hún myndi í rauninni bara eiga við Bústaðaveg. Og jú, frábært að það eigi að lækka hámarkshraða á Bústaðavegi, en við töluðum það er svona 1,5 til 2 ár síðan, við óskuðum eftir því að, þú veist, það ekki beðið eftir áætlun, það yrði bara sett á 40 km hámarkshraða á Bústaðavegi, þetta er sérstaklega mikilvægt á veturnar í vondu skyggni, þetta er kannski minna mikilvægt á sumrin, en þú veist, það hefur ekki verið brugðist við því, það er ekkert sérstaklega flókið að lækka hámarkshraðana á Bústaðavegi og fara kannski í þá aðgerð einhvern veginn svona framfyrir sig vegna þess að það er komin óskrá íbúðum í hverfinu. En aðrar götur sem hafa verið í umræðinu og þá á ég sérstaklega við Heiðargerði, Hæðargarð og svo Álmsgerði sem tekur við þar af og Sogaveg og einhverju leyti Réttarholtsveg líka. Þær falla ekkert inn í þessar umræður hámarkshraðaáætlun. Þar er takmarkaður, þar er hámarkshraði 30 km, hann verður væntanlega ekkert lækkaður en bílarnir eru að keyra á allt að 60 km hraða í þessum götum og gjarnan á 40-50. Það er vandamálið. Þannig að, og þú veist, við erum búin að ræða þetta svo oft, en eins og ég segi, bottom line hér er að borgin gerir ekkert, ekki neitt. Endilega að tala einhver fleiri en ég. Með hendi á lofti. Ég var bara að velta fyrir mér, sko, hefur ekki verið árlega málþing börn og samgöngur til að mynda. Gætum við sent inn erindi þangað inn? Þar sem formaður samgönguráðs eða eitthvað myndi, veist, við erum að tala dálítið börnin okkar sem eru að krossa götur í skóla, þar sem sameinast börn úr sko, þú þurfum að krassa stóra götur. Ég bara velta fyrir mér. Jú, við gætum það alveg. Sko, það sem kannski blasir við okkur núna, okkar tími í þessu ráði er svolítið að renna út. En svo kemur nýtt ráð og við getum auðvitað, hvort sem við hættum eða höldum áfram, þau okkar sem halda áfram geta haldið kyndlinum á lofti, hinn sem hætta geta sendt erindi áfram og gert meira, sko. Bara jú, endilega nota alla svona, hvað ég segja, plattforma, alla leiðir til þess að koma þessu á framfæri. Ég er ekkert sérstaklega bjartsýn á að, þú veist, svona stór ráðstefna
málefni barna að þú veist að hverfavingil eins hverfis fái að njóta þar einhverja sérstakrar athygli. Það getur samt vel verið, ég bara ekki sérstaklega bjartsýn. Það sem að mér finnst vera mest áberandi að þegar það kemur eitthvað frá sko öðrum en okkur íbúaráðinu, eins og til dæmis þegar foreldrafélagið sendir íbúaráðinu bréf, við fjallum það á bókum, það svolítið að virka og þessi maður í Heiðargerði sem einhvern veginn bara alveg að gefast upp á að því þetta gegnum akstursgata og það bara keyrt mjög hratt í gegnum hana og bara margir íbúar í Heiðargerði sem hafa kvartað mikið og ég var að segja við hann að það væri sterkast ef að það var hægt að skila inn það var hægt að skila inn, skal ég segja þér, undirskriftarlistum frá öllum íbúum og undirskriftarlistin kemur til okkar. Við værum sko plattformi fyrir svona svolítið formlega umræðu og síðan kemur bókun og svo framvegis en sem sagt upprunnin ætti sér stað hjá grasrótinni. Það virðist virka best og þetta það sem mér hafði dottið í huga að hefði verið sniðugt sko, þú veist, eins og á Sogaveginum og fleira, bara hreinlega ganga með lista en það var auðvitað ekkert hægt, hefur ekkert verið hægt undanfarin 2 ár út af COVID sko. Það ekki hægt að hunsa eða ekki hægt, það allavega erfiðar að hunsa sko svona mjög afgerandi afstöðu íbúa í hverfinu gagnvart hraðabreytingum og það bara götum hefur verið lokaðir í miðju og það hefur bara allskis hluti verið gerðir vegna óska íbúa lægri minni umferð og lægri aksturshraða nema hér. Já, maður að velta fyrir sér, einhvern tímann fengum við nú svar eftir einhverja bókun að þeir höfðu áhyggjur af sko að vandinn myndi færast til vegna þess að við erum með svo umferðar þungar götur, æðar sem fara þarna í. Já, jú, en ég meina sko, já, fólk fer þá ef hraðinu verður lækkaður á bústaðaveginum 40 km hraða, þú veist, veit ekkert endilega hvort það myndi fara eitthvað fyrir það, hvort að fólk fari bara hægar í gegnum götuna og taki þá bara þann tíma sem þarf í það sko. Og það getur sjálfur sér eitthvað gert. Það hefur líka verið umræðum eins og í Hæðargarðinum og Álfsgerðinu að fólk sé að stytta sér leið og það bara ennþá meiri ástæða til þess að gera það erfitt fyrir fólk og ég ennþá bara alveg biti yfir því að þessum ofsaakstri á Sogavegi, ekki að því að það skuli verið til fólk sem keyrir á 100 í íbúðahverfum, svoleiðis aðstæður geta alltaf gerst að því að út af einhverju fólki sem í neyslu og þess háttar, en að það sé bara tæknilega hægt að keyra á þessari götu á 100 km hraða, það sem skelfilegt, að það skuli ekki verið einhverja þrengingar eða eitthvað sem að gera það verkum að þú bara hlýtur að stoppa í hvernig ástandi sem þú ert. Akkurat. En gætum við ekki bara lagt fyrir aðra bókun og bara þakka fyrir stuðninginn frá Flokk fólksins og bara hvetja til þess að eitthvað verið gert í málinu? Þú veist, hraðahindranir eða eitthvað í þeim dúr, þeir stinga upp á því og við bara... Já, ég meina, þú veist, þetta eru bara margar götur og það getur verið margar lausnir og eins og við hefum svo sem rætt að það finnst mér það kannski ekki endilega vera okkar mál að koma með, já, við viljum þetta svona þarna og svona þarna, en bara, þú veist, málið sé skoðað og sér haft samband við viðeigandi aðila og bara eitthvað verði gert og einhvers konar áætlun að lækka umferðarhraða í hverfinu. Já, Vigdís, gjörðu svo vel. Já, og þetta með þetta ferli með þessar bókanir og hvernig þetta er og dissa þeir eins og þú lýsið því formaður, sko þá kannski það bara þannig að bókanir og það náttúrulega bara verið að koma einhverjum sjónarmiðum á framfæri. Kannski það sem að ráðið hefði þurft að gera hefði kannski verið að sko leggja fram formlega tillögu sem að hefði þú verið vísað og hefði þurft að vísa inn í skipulagið til þess að taka hana til efnislegra meðferðar. Þannig að bókanir eru, þið veitir bara svona eins og segja yfirlýsing, en tillögur eru á allt öðrum skala og þarf að taka til afgreiðslu, skiljiði mig.
Já, já, ég hef alltaf litið svo á að bókanir sýni vilja ráðsins og í þeim felist ósk aðgerðir. Ég hef alltaf, ég hef bara alltaf litið svo á og einhvern veginn hef ekki kannski fengið einhverja skýra leiðbeiningar annað eða lesið mér nægilega til að sem sagt, þetta bil úr bókunum í tillögu þannig að það er kannski mistök á minni hálfu en sama er að mér finnst það samt alveg magnað miðað við hvað allar þessar bókanir að það skuli ekki hafa á einhvern hátt. Ég meina þetta sýnir að þetta hefur ekki verið, það er ekki eins og maður segja hvart yfir einhverju 1 eða 2 bókunum, heldur þetta bara búin að vera margar bókanir á löngum tíma. Dóra, ég var alls ekki að kenna þér Nei, guð, ég tók þig ekki þannig. Ég skil þig, ég tók það alls ekki þannig. Ég bara það bara fínt að fá þetta og þú veist, ef maður einhvern veginn kemur nálægt þessu starfi aftur þá getur maður bara bent á það að við gerum það til okkur og óskum eftir svar og verður bara meira konkrét. Af því ég hef líka tekið eftir því að bókanir hafa stundum vigt en ekki þessar bókanir sem ég er að tala Hilmar? Já. Ég var að spáði hvort það ekki verið að á lögguna til að hraðamæla í hverfinu. Ég held að það væri svolítið sterkur leikur að ef þið vissu það að það gæti verið að hraðamæla. Það er nú alltaf bara einhver ákveðni sem gera svona hraðar. En svo sambandi framkvæmdi þá að fara að breyta götuljósunum og soveginum. Eitthvað að laga þar. Þannig að það er eitthvað verið að gera. Já, vissulega. Ég meina það er eitt og annað, þú veist, verið að gera í borginni og í hverfinu okkar en umferðarljósinu sjálfur sér ekki hraðastillandi aðgerð og ég er alveg sammála þér að það skiptir máli að mæla hlutina áður en það teknar ákvörðun en það hafa verið reglulegar mælingar lögreglu óháð borginni og það eru þessar mælingar sem við erum að vísa í, til dæmis við höfum sagt að eins og allavega í Hæðargarði og fleiri götum að þá fer bil helmingur bíla yfir ásettum hraðamörkum. Er að keyra á bilinu 40-50 í götu sem með 30 km hámarkshraða og það virðist bara einhvern veginn svolítið vera bara svona já það er 30, það þýðir nú að það er nú alltaf að keyra 50 en þú veist það er það sem við viljum ekki, við viljum að íbúar bara keyri og þeir sem fara hérna í gegn sé að keyra á 30 og ekki hraðar en það. Þannig að gjörðu svo þetta. Ég fer alltaf á morgnana niður í Laugardalslaug. Þar er einmitt hraðahindrun og svona hraðavarða skilti og maður sér það bara. Það er stríður straumur og fólki að fara í líkamsræktarstöðina og svo líka í sundlaugina og þetta eru bæði fólk hjólandi, gangandi og keyrandi. En þeir sem eru á svoallir ferð, maður sér þeir hægja á sér bara leið og blikkar. Þetta hefur alveg rosalega sálfræðilegt, þetta hefur áhrif. Maður hefur alveg tekið eftir því sjálfur að maður er á örlíti bara getur ekki að sér, eru aðeins yfir 30, þá vekur þetta fær maður til að hugsa og maður hægir á sér. Já, algjörlega, þú veist, það eru margar leiðir, þú veist, það getur verið fleiri hraðahendur, það getur verið, þú veist, þrenging, bara, þú veist, mættu mögulega loka fyrir, það er svona kannski, þú veist, svona mest drastíst, en það er bara alls kyns leiðir í boði, en ekkert sem að einhvern veginn er verið að bregðast við. Ég ætla að senda bara draft heimir á þig. Ég hugsaði mér, þú veist, maður einhvern veginn fatta, já, þetta er næst síðast fundurinn okkar, við höfum bara 1 fund eftir. Við erum eiginlega bara að mæta með freyðivín og súkkulaði næstu jarðarber og kveðjast í persónum. Ég mátt senda þetta, setja þetta upp
Og þú veist, þess að ég bara hugsaði mér, ég ætla bara að senda, ég leggja það til að við bara gerum bókun núna og gerum bara bókun aftur næst. Og bara þá getum við sagt svo, bara bóka þetta mál í drasl og meira gátum við ekki gert. Nema ég hefði kannski átt að vera með tillögur fyrr. Já. Mér vantar þarna, sko, mætti bæta við, við segi kannski að þið horfum svolítið til þín, Gústi, með, ég held að sé, megi bæta við háaleitislega, en að vísu, sko, það verið að, það var bara mikið lánað með það nefnilega verið að lækka hraðan á neðsta bili háleitisbrautar, eða var það ekki alveg öll gatan, munið hvernig það var? Það var neðstu bitinn sem var umræðu. En svo náttúrulega, skilurðu, það náttúrulega svo, sko, já, það náttúrulega stór hlutaðinni sem náttúrulega með svona hægingar aðgerðum. Já. Það sem bara ekki Þannig að þegar það búið að taka sko syðsta hlutan, ekki syðsti hlutin, að þá háaleitisbrautin í rauninni komin í ágætis mál. Og það má kannski segja sem svo, þetta kannski svolítið ósanngjarnt að því leyti að það þá búið að bregðast við með háaleitisbraut, en sem sagt þannig kannski meira bústaðahverfismegin sem hefur ekkert verið brugðist við af neinu. Já, Vigdís Gjörsvel? Já, sko, bara til þess að við dekkum þetta ekki allt saman, þá bara ekki óþarf að vera með upptalninguna. Því að sko þetta hér íbúðaráð, háaleitis- og bústaða vekur athygli á því að ráðið hefur sent frá sér fjölmargar bókanir vegna umferðarhraða í hverfinu á kjörtímabilinu. Niðurstaðan af þessu bókunum öllum? Já, nákvæmlega engin. Og svo, sko, bara þannig að sé ekki gat eða hverfi eða stubbur eða eitthvað út undan meina ég, af því þetta sko þetta íbúðaráð og þetta snýr þarna þessu svæði og það hafi bara ekki orðið neinn árangur og það sé harmað. Íbúðaráði harmið það að vægi ráðsins sé ekki meiri það að ekki tekið tillit til bókanna. Skilji hvað ég meina? Já. En mér alveg sama sko, en ég var bara spáðið svona. Ég var svolítið að hugsa hann að vinn minni Heiðagerðinu, þú veist, að því að ég man ekki alveg nákvæmlega hvort við höfum fjallað þá götu sko. Og þú veist, Hæðargarður þá bara ítreka þetta sem var síðast og taka svo aftur upp, svo var Sogavegur að það var þessi ofsakstur og svo enn og aftur Bústaðavegur að það hangir alltaf í þessari áætlun sko. En hvað segir þið hinn? Ég get alveg sætt mig við að við tökum út nöfnin á götunum. Hvað finnst ykkur hinnum skynsamlegt? Hilmar, Beta og Gústaf? Mér er allt í lagi að leyfa þeim að standa. Ég verð að segja, ég sé stórlega mun háaleitisbrautinni áður nú kemur upp í beyginn og við Austurverið. Þú getur ekki annað en bara stórlega hægt á þér. Hún er svo rosalega þessi hraðahindrun sem hefur verið sagað út fyrir Þannig að það er mikill ávinningur af því. Já. Það hefur verið gert eitthvað þar. Mér finnst í lagi að láta upptalninguna standa. Það er kannski sanngjarnt að segja ekki engin af þessum bókunum, þú veist, taka fram, þú veist, fyrir utan háaleitisbraut. Hvað segja Það var náttúrulega að segja meðal annars. Já, það verður mjög smellið. Hvort það hefur verið yfir óhröðum ástriði meðal annars á. Þú veist, það eitthvað svona, enginn af þessum bókum og sem fjölmiðlarnir hefur orðið til þess að borgin. Þetta var hugmynd frá Heimi. Er þetta eitthvað plottað þarna? Kallanir? Man cave þarna? Man cave. Mér langar að segja ég hef farið til Kanaríeyjar og þar ekki ein einasta hraðahindrun og engin götuljós, bara mikið svona eyjum eða svona hringtorgum og umferðin gengur svakalega vel og ég held að vanti mikið bara tillitssemi Íslendinga, bara kenna þeim að keyra og taka tillit til fólks.
vera svolítið bara með hugan með annað en að keyra alltaf eins og brjálæðingur. Fólk þar bara að hafa bara hérna að gefa séns og allt í fínu og góðu, sko. Ég get alveg tekið til þetta. Hérna bara allir eins og illimenn sem að ég verð að komast fyrstur heim, sko. Það líka sko gangbrautina merktar mjög vel með sebra og það bara tillitssemi þar að gangandi eru í forgang þegar þeir standa og bíða. Ég skil hvað þú ert algjörlega að tala um, hef verið þarna út á aðstæðus. Ég var hérna eins og Facebook vinir mínir hafa kannski tekið eftir það út í Berlín páskana og við keyrðum svolítið mikið að því við vorum hérna sem sagt í jaðri borgarinnar, vorum með gistingu þar og bara vakti mikla athygli einmitt hvað umferðin bara gekk frekar í þessu stóru þéttbyggðu borg, hvað umferðin bara gekk frekar hægt alltaf, hún var bara frekar róleg og það tók alveg tíma að komast á milli staði í þessari stóru borg en bara hérna maður var bara lengi að fara í gegnum borgin og einhvern veginn ekkert stress og ekkert sjálfgefið og gæti bara einhvern veginn ekki hratt, bara alls ekki, sko. Ég held við þurfum bara að temja okkur margir hverjir Íslendingar betri hérna svona umhverfisvitund þegar kemur að umferðinni. Vera tillit og fara fyrr á stað að skafa á vetrartíman og vera ekki alltaf á seinustu stundu á flautunni og háum hraða. Eigum við að bæta við þarna komma sem sagt í hverfi alveg aftast heimir komma í staðinn fyrir punkt bara fyrir utan háaleitisbraut af því að þar hefur verið tekið til hérna hvort sem það var þú veist hvort sem það var að okkar ósk eða hérna það var bara hérna aftast alveg aftast hvort sem það var að okkar ósk eða hvort sem það bara var hérna á dagskrá hjá þeim en svona til að geta sannmælis og sanngirni. Ertu að tala um eitthvað svona? Já, hvað segir þetta? Þetta flott. Okay. Já. Og þú veist, ég bara sé fyrir mér að vera bara með nákvæmlega, ekki nákvæmlega, en bara áþekka bókun á okkar seinasta fundi líka. Bara, þú veist, bara dundraðu sinn, bara hérna, alveg makalust, þú veist, til hvers að hérna, vera með okkur í íbúðaráðinu að bóka og tala um málin og hafa skoðun og það er ekkert gert. Og hana nú. Heyrðu, þá er þetta komið og fer inn í fundargerð og við samþykjum þá þegar þar að kemur. Hreinsun gatna og göngulað í borgarhlutunum, það hefur kannski veitt í athygli setti þarna inn á síður ráðsins og deildi í hópunum. Hérna að það verður það verður fyrst sópað og svo verður gatnaþvottur, fyrst sópað 9. maí og svo gatnaþvottur viku seinna. En hann Heimir okkar ætlar að fara aðeins betur yfir málið, yfir til þín Heimir. Yes, mér var falið af umhverfis- og skipulagssviði að upplýsingar þetta, hvernig staðið er á þessari þjónustu eða þessu verkefnum. Þá er þetta, við erum með tilvísun inn á reykjavík.is/hreinsun og við byrjum kannski á því að fara yfir þessa forgangsröðun í vorhreinsun. Það er sem sagt byrjað að helstu göngu og hjólastígum sem á stafnbrautum og tengibrautum gatna og stíga í kringum þær. Síðan er það hreinsun og þvottur húsagatna, stétta og stíga við þær. Lokum er farið í götuþvott á stofn- og tengibrautum. Það er inn í íbúðagötunum, húsagötum þegar farið er inn í þær. Þá eru send SMS-skilaboð með dagsetningum á íbúa svo að þeir hafi tækifæri til að fjarlæga bíla sína og þannig að það sé hægt að gera þetta sem best. Varðandi verkáætlun vorhreinsunar þá er hann að finna hérna á þessum link sem ég ýtti á bara svo það sé skýrt og
þetta tekið í ákveðinni röð sem breytir svo alltaf á milli ára, þannig að það sé svona gætt sanngirni, ef maður myndi orða það þannig, á milli hverfa. Þannig að þið eru þarna tiltölulega fljótt í röðinni, háleiti bústaðir í ár, gæti þá hugsanlega lent aftar næsta ár. Sjáum hvernig staðið að þessu hér. Ég hef svo sem ekkert mikið meira að segja þetta. Það eru frekari ítarlegri upplýsingar á þessari síðu, en ég var í það minnsta beðinn að koma þessu á framfæri við ykkur. Gott mál. Spurningar? Engar spurningar, allt klárt. Já, ég hef spurningu. Já. Fyrir ekki að tala aðeins óförsjóðan á ástafan og kannski þeirri, en hérna, fyrst elvaríkar á því. Ein spurning út í þetta. Við vorum með ályktun fyrir nokkrum fundum síðan þetta mál frá okkar hálfu hér. Að flýta þessari hreinsun. Það hefur ekki verið möguleiki, eða svona almennt sópun. Þetta nákvæmlega jafn tímasett og alltaf hefur verið? Það beðið Heimir að svara því samkvæmt þessari áætlun, erum við ekki frekar framalega núna miðað við eða hvað? Með við þessa röð, jú, en þessari bókun var sannarlega komið á framfæri við þá sem halda á þessari þjónustu, þá skrifstofu innan umhverfis- og skipulagsins. En ég veit svo sem ekki betur en að þetta sé á svipuðum tíma og gert á ári hverju. Má draga það ályktun að þá hafi lítið mark verið ekki hægt að bregðast við henni? Ég hef ekki frekari upplýsingar, sko, þannig að þið sem eru ennþá reyndari heldur en hafa verið lengur innan borgarkerfisins eins og Dóra og Gústaf og Vigdís, þið kannski getið vottað fyrir þetta að þessi hreinsun sé á svipuðum tíma og fyrri ár, allavega með 2 ár sem ég hef verið hérna. Ég held að þetta sé bara nákvæmlega svona, þetta er á dagskrá og þetta er stór aðgerð í öllum hverfum borgarinnar, þar sem haft samband við alla íbúa í ákveðnum götum og samkvæmt þessari stóru áætlun og x-mörg tæki, þannig að það að ætla að víkja af frá áætluninu vegna óska íbúa, þar með ertu kannski að búa til einhvers konar reglu eða undantekningu, skulum við segja, sem getur verið fordæmisgefandi ef að íbúi í bústaðahverfinu óskar eftir eða íbúaráðið óskar eftir hvað ég segja, svona sér þjónustu, að þá hljóta önnur hverfi að geta kallað eftir hinu sama, ef það eru veitt, að þá hljóta önnur hverfi geta veitt óskar eftir því sama, þá er þessi áætlun bara komin svolítið mikið upp í loft og fer einhvern veginn bara svolítið eftir því hverju sitt í íbúaráðum og geta einhvern veginn svona og þetta svolítið til sín. Þannig sé ég þetta fyrir mér og hef skilið þetta án þess að ég komi að þessari áætlun eitt. Vigdís, biður orðið. Já, að því að það er varpað yfir til okkar, ég man ekki hvernig að götu þrif þarna voru fyrir að hitti bara tíminn einhvern veginn svo afstæður, en úr því ég spurt, þá það sem að ég man núna á þessu ári í sambandi við götu þvott og þrif í hverfum, þá var farið á stað með einhverja 20-25 milljóna auka greiðslu í þetta til að þrífa borgina og ég bókaði þar líklega vegna þess að þetta væri kosningaár, þannig að ég er ekki með tímalínun og hreinu, það var bætt við 20 milljónum í þetta heildardæmi og ég svo fekk aldrei útlýsting á því hvað er þetta að ráðstafa því, en mjög líklega er það flýti fyrir, sko. En ég vildi láta ykkur vita að ég er að fara á annan fund klukkan 5, þannig ég þarf að yfirgefa ykkur klukkan 5.
Bara svona örlítið í kjölfar Vigdísar þá var ég svo sem ekki að tala endilega háleiti á bústaðahverfið, heldur hvenær þessi rúlletta öll fer á stað. Og ég held ég fari rétt með þegar ég segi að það sé á ári hverju, þetta hefjist einhvern tímann í upphafi apríl, sagt án ábyrgðar. Og ég veit einnig að það hangir að einhverju leyti á veðurfari, sem sagt snjóalögum og frosti, að einhverju leyti. Já, bara til þess að það sé alveg á hreinu. Bókunin snerist ekki að einhverju sér meðferðum fyrir okkar hverju hér, þetta er bara svona almennt, en það sem til dæmis Grensásvegarinn og Miklubrautin eru bara mjög slæm hvað þetta varðar. Þá hefur allavega þá sem vinna við Grensásveginn, það hefur bara verið mikið vandamál og oft á tíðum og undanförnum árum þá bara veðurfar og aðstæður á götum og svoleiðis þannig að það hægt að byrja að sópa miklu fyrr vegna þess að þetta var bara allt í rykmekki þarna og ennþá. Og þannig að ég get ekki ímyndað mér að borgin sé svo aðfrakomin í fjárlögum að einhverjar nokkra milljónir til eða frá hefði ekki getað verið að hrófla því að hefja þessa hreinsun aðeins fyrr, ekki en bara menn viljið ekki. Og þá það bara svar, sko. Ég ekki að fara í einhverja ákveðin, pólitískan ákveðin, þetta bara fagleg ábending og það svo margt við því að segja, en það slæmt. Það ekki að þrífa borgina. Já, og líka kannski eitt viðbót og það kom fram í seinustu umfjöllun þetta mál að samkvæmt erlendum, ég ekki að segja að sé hreinsun og rykmengun hefur áhrif, en það kom fram í erlendum rannsóknum að það eru 60 ótímabæri dauðsföll á alls konar svona loftmengunar, rykmengunum hérna í Reykjavík og það er miklu meira en kannski annars staðar gerist. Miðað við stærð og umfang. Svo náttúrulega bara erum við að hvetja borgarbúa til að nota hjóla meira og ganga meira og Já, það allt annað mál, sko. Það allt annað mál, en sko, ég býð ekki þá sem eru að hjóla og ganga í þessum rykmekki, sko. Nei, ég að segja það. Það það sem ég að segja, ekki áherslu á. Já, akkurat, sko. Við séum anda þessu að okkur og vera úti í þessum rykmekki. Já, og við þurfum ekki þannig að bara keyra götuna núna eftir bústaðinum og hérna og sjá og lítur á kantana. Þetta bara fullt af ryki og ég sá hérna daginn það var sóparnir að keyra hérna framhjá og fullir færið af einhverjum einkafyrirtæki, sko. Sorry. Já, ég get alveg tekið undir það. Ég held að ég er alveg sammála þér, Baldur, að það mætti alveg byrja fyrr. Ég bara, svolítið, það sem ég held að málið sé að þetta bara einhvern veginn svona steypt inn í einhverjar áætlanir langt fram í tíman, en það með þetta er svo annað að dropinn holar steininn og ég held að sko ef þú heldur áfram eða bara ykkar fulltrúi íbúasamtakanna hvers að það verður bara halda áfram að nefna þetta, þú veist, á þeim tíma sem að skiptir máli, jável, þú veist, bara miklu fyrr. Þannig þetta verður implementerað inn í áætlanir, þú veist, það er alveg ljóst fyrir löngu að það er engin snjór og hálka á okkur 9. maí, þú veist, eins og fyrir okkar hverfi. Þannig að ég man ekki alveg hvenær þetta byrjaði, ekki mánaðamótin sem þetta er að byrja og ég meina það mætti alveg auðveldlega að byrja 2-3 vikum fyrr. Já, ég held það allavega það, sko. Ef ekki fyrir vegna þess að það er líka hlýnun í gangi, svona bara global warming og það er bara og annað því fyrir og ef að þetta gerir til þess að menn getur breytt áætlun vegna næsta árs, ok, þá er það bara fínt en ég skil hvað þetta fara, það stundum tekur tíma. Það tekur bara, já, einmitt það gerir það. Takk fyrir svörin. Já. Býtur á við. Já, þá er 4. lið lokið og við erum komin yfir í 5. lið sem er aðkoma fjárfestingar og viðhaldsáætlun til umræðu og ég komst í mér alltaf seint inn á hann að funda út, ég var einhverju tæknilegum við þetta fara hann að funda í símanum og bölum við brasi með linkinn, þá getur Heimir Bjargvættur bjargaði mér en ég sá að það var allavega Baldur og Baldur og Beta, BB, er það ekki, sem fór inn á hann að fund? Jú.
Sko, þetta auðvitað ekkert í fyrsta sinn sem að þessi liður á dagskrá og þetta hefur svolítið verið, ef ég á að vera alveg hreinskilin og tala bara svona auðskilin mála, það hefur þetta svolítið verið bara eins og svona jólagjafalisti fyrir íbúðaráðsins, hvað við viljum helst. Maður fær ekkert allt á listanum sínum, maður fær kannski sumt og maður getur kannski svona forgangsraða það sem maður langar mest í og það sem þessi liður hann stóð svolítið í mér og ég verið alveg hreinskilin vegna þess að ég sinnti þessu bara tölvöld vel í fyrra vegna þess að þá fór ég í bara eiginlega allar tillögur íbúa í hverfinu, varðandi hverfi mitt, af því þá maður að fá svo góða og breiða svona sýn á það sem að fólk finnst vanta oft, einhver svona viðhaldsverkefni og fleira og ég tók það bara eiginlega allt upp og setti inn í skjalið, bara þú veist, frá íbúum. Núna hins vegar get ég ekki gert það vegna þess að nú búið að breyta þessu verkefni þannig að eitt árið safnað hugmyndum og næsta árið framkvæmda og nú framkvæmda og þannig að þú veist, það eru bara sömu hugmyndina sem ég geti grundvallar. Þannig að ég þarf svolítið mikið á því að halda að við séum öll borði í þessu verkefni og og sendum inn okkar tillögur. Ég held, nú þetta svona eitt skjal sem þarf að fylla í, þannig ég held að sé kannski skynsamlegast að þið svona sendið mér þá í stuttu máli þær hugmyndir sem þið eru með og ég seti inn í skjalið, þó ekki þannig að ég þurfi einhvern veginn að vinna þær inn í skjalið, þannig að Heimir, við getum sett skjalið upp eins og það er nú líka þessi blessaði kynjavingil sem hefur svolítið þvælst fyrir fólki en það nú oft ekkert flókið að finna út í því að það þarf eiginlega að fylla það inn sko. Dóra, Maja, lítið skjót inn í Já, bara endilega það sem sagt ég sendi út bréf í vikunni og með leyfi fundarins vil ég leggja það fram, það svo sem bara hefðbundið bréf samskonar hefur komið undanfarin 2 ár. Það sem sagt bara það sem sagt tilkynningu það að eignaskrifstofa sé að óska eftir ábendingu frá íbúðaráði vegna fjárfestingaráætlunar og svona örlitlar leiðbeiningar hvernig það skal gert. Fresti til að skila ábendingu með 29. maí, þannig að þið fundið í lok maí 27. eða eitthvað slíkt. Þannig að þá gerir þið afgreitt ykkar ábendingar. Þannig að þið hafið þennan mánuð núna til að safna í sarpinn og þá að sem sagt, skjalinu góða, ef við næja að kalla það upp, sem sagt, þetta Excel-skjal sem íbúarinn eru beðin að nota til að koma ábendingu sínum á framfæri. Þá lítur það svona út. Getur það stækka? Það er 70%. Þá það bara heiti verkefnis hérna og svo gerir þið ykkar besta til þess að flokka þetta og hérna hverfin, tegund verkefnis og svo stutt lýsing. Það óþarfi að sem sagt, fylla út í þetta tekið í notkun og jafnréttisskimun en það fylgir einnig jafnréttisskimunar eyðublöðin en og sem sagt kollegi minn sem sérfræðingur á þessu sviði, hann tilbúinn til aðstoðar með hana jafnréttisskimunar vingil. Ég svo sem ekki á heimavelli þar en ég gat nú einhvern veginn bullað mér svolítið vel í kringu það þannig að við skulum ekki láta það stoppa okkur. Ég vil bara leggja það til að við öll og líka þið á þjónustumiðstöðinni, Kristín og Helga Margrét, þó þið séð ekki sko ráðsmenn að þá þetta skiptir ykkar input svo miklu máli. Endilega sendi mér, þú veist, bara miðað við að hver og einn sendi 3-5 tillögur og og ég skal, þú veist, þið vitið þá hvernig þetta á að vera stutt
kynning, ég set svo inn í og flokka þetta og svo fyrir einhverjum tíma fyrir hérna fundin okkar í maí, þá verð ég búin að senda ykkur skjalið, þannig að sko, eins og ég segi hérna Kristín og Helga Margrét, og þið séu að senda mér einhverja hugmyndir, þá eru þetta við í ráðinu sem myndum sko samþykkja skjalið, það er bara svo mikilvægt að fá hugmyndirna frá ykkur líka og þetta þetta snýst ekkert allt sko einhvers konar framkvæmdir, það er svo, mér hefði dottið í hug ef það væri ekki byrjað að gera við hérna tröppurnar í Breiðagerðisskóla, það væri svona eitthvað svona verkefni og eitthvað svona, maður fer alltaf að hugsa eitthvað svona götur og skipulag og eitthvað sem þarf að breyta í umhverfinu sem maður sér það þegar maður kemur út á götu, en þetta getur alveg snúið að einhverjum, þetta getur snúið að skólamálum, velferðarmálum, menningamálum, bara hugsa þetta svolítið breytt. Aðgengismálum, málum aldraðra, málum barna, bara, þú veist, ótrúlega mörg mál sem að hérna skipta máli fyrir hverfin okkar. Við erum svolítið að svona opna hausinn á okkur. Henni bara farinn. Gústi, hann stakk af bara. Mér sýndist hann þurfa að taka síman. Já, alltaf leið. En hérna, hvað segið þið? Hvað, svona, ef við bara aðeins förum smá hring, hvað finnst ykkur brenna á hverfin okkar? Þú veist, bara svona það fyrsta sem kemur upp í hugan. Ef ég má byrja? Já. Það er kannski sko, já, á fundinu sem ég var daginn, þá var Excel-listi Hall. Er hann trúnaðarmál, honum verður ekki dreift eða hvað? Hvað segir, hvaða listi fyrir? Það er bara fjárfestingaráætlun þarna. Já, Heimir eiginlega verður að svara því. Ég held að sko flest svona mál hjá borginni séu ekki trúnaðarmál sko. Ég held að þetta sé allt bara meira og minna opið, en ég ætla að leyfa samt Heimi að svara því. Hvað segirðu? Excel-listin sem við vorum daginn. Þetta er raun og veru sko það sem á að skrá athugasemdir. Já. Eða þið skráið á endanum athugasemdir, skilurðu. Verður hann að það sé trúnaðarmál? Já, er þetta að fá hann eða? Það er hægt að fá hann. Það er bara að hjálpa menn að sjá hvað er í gangi, sko, hvað og upplætnar og svona til svona skynji hvað er gáleitt og hvað er ekki. Já. Það er eitt, sko, og hins vegar svona hvernig við skráum þessu athugasemdir. Þá sendur við hinn annað Excel-listan sem varst að búa til aðan líka. Já, þú ert annars vegar að tala fjárfestingayfirlitið, gildandi fjárfestingaáætlun og hins vegar eyðublaðið. Hins vegar eyðublaðið þar sem við vilt að við skráum með hugmyndir. Yes, þetta kemur með fundagögnum núna eftir fundin. Og hvað gerir það að gera? Vegna þess að þegar maður sér þetta þá einna betra í praktík og er í gangi og stundum er bara ekki gáleitt að vera að biðja eitthvað annað, en aðeins var þetta tillögur. Hvað mínar hugsanir, eða þetta ekki mínar, það sem við bara rættum á undanförnu, kemur fljótt úr hugann, ég ætla ekki að leggja það til núna, ég bara vek athygli á því. Fyrsta lagi fjármagn vegna umferðarhraða og hindrana, eða hvað ég kalli þetta varðandi Breiðagerðisskóla, eins og við ræddum fyrir nokkur síðan. Það er svolítið áríðandi mál. Vonandi ekki það flókið að sé hægt að koma því einhvern tímann í framkvæmd og það þarf bara þá að komast inn á svona lista. Það er eitt. Hvort sem það eru litlar hraðahindranir sem eru bara raun og veru framkvæmdavandræði, kosta ekki mikið, eða þá skiltið með hérna kalli eða með skeifu þegar maður akkur hratt eða blikkandi umferðargöngu stígur. Breiðagerðisskóli, því það er mikil umferð þarna. Það er bara eitt af þessum. Þetta eru litla fjárhæðir en skiptir kannski miklu máli. Annað, ég sé að það verður að gera undirgöng undir bústaðaveginn, fyrstu undirgöngin og það verðist ganga vel. Þannig að ég sé enga annmarka á því að sé hægt að gera svona göng, ekki frekar en annar staðar. Svona undirgöngur undir svona vegi eru víða í gangi, sé ég borgina. Ein slík göngu verið að vinna undir þarna rétt hjá Perlunni. Það er ekki voðalega umferðarað, en samt að gera undirgöng. Og í framhaldi af því kemur þá þessi athugasemd sem oft hefur komið hérna áður, að það verður hugað að því að gera undirgöng eða brú á einhvern tveim öðrum stöðum á bústaðveginum.
Það bara umferðaröryggi mikilvægt vegna þess að það eru 2 stórir skólar sitt hvorum megin við bústaðaveginn. Og það eitthvað sem þarf að komast í gagnið. Ekki meira frá mér í bíli. Mjög gott. Og það bara góður punktur, Baldur, að þú veist, þetta sem akkurat þetta sem lá á mér allavega og okkur mörgum í sambandi við umferðarhraðann að taka það einmitt inn í svona áætlun. Gústaf, vilt þú eitthvað tjá þig? Sko, ég meiti þetta alltaf í hug vegmúlinn, sko. Mitt svona pet project, þessi 4 akreina stórvegur hérna inn í miðjum múlunum. Einhverju smá bút, já, einmitt. Ég veit ekki, ég bóka svo oft til þessu og eitthvað, en bara svona þetta dæmigera, gangandi og hjólandi aðgengi niður í Laugardal úr hverfinu múlamegin og þetta svona, það sem skortir svolítið á, það er svolítið mikið mitt á svona stórum akbreytum einhvern veginn sem maður þarf að þeirra til þess að komast niður í Laugardal og hvort sem er alltaf að sækja frístunda bara heimsækja dalinn og fjölskyldu og hússtyrkarinn, sko. Það er svona það fyrsta sem mitt eftir í hug. Já, þetta er eitt af þessum málum sem hefur svo endalaust verið komið á framfæri við okkur og aldrei neitt brugðist við eða hlustað. Þetta er ekki spurningum, þú veist, bara að fara í húsdýragarðinn. Þetta eru bara allir þessi krakkar sem að fara okkur með einasta degi eða oft í viku úr hverfunum og í sína tómstundir í Laugardalnum. Þetta er bara massa trafík. Nákvæmlega. Hvaða svæði eru það að tala um? Við erum að tala um Háaleitið eða Háaleitishverfið fyrir ofan múlana og líka reyni bara Háaleitishverfið allt og það er svo mikið af krökkum, sem börnum og ungmennum sem að fara yfir niður vegmúlan og yfir í Laugardalinn á ekkert alltof svona á ekkert alltof öruggan máta, skulum við segja. Hvaða nákvæmlega svæði eru það að tala um? Vegmúlinn sérstaklega. Já, þetta er Síðumúlinn og Ármúlinn og Suðurlandsbrautin sem þau þurfa að þverra allt saman. Já, ég meina að þverra Suðurlandsbrautin, er það sem átt við? Já, meðal annars. Já, og fara í gegnum múlana til þess að komast niður á Suðurlandsbraut. Já, það er kannski aðalega Suðurlandsbrautin þá. Já, hún er alltaf svona umferðað þyngsti bitin en til dæmis er svona Ármúlinn er líka mjög vel ekinn og hann er svona einmitt svona stór braut, hann er mjög breiður og mikið af bílastæðum og svona en ekki hugað mjög mikið að gangandi vegfarendum á því rými. Já, og líka bara eins og með Suðurlandsbrautina að þú veist, þú ert komin á kannski gönguljós og það er komið grænt og þú ferð yfir að þá þarf þú kannski, eða lítil börn, að vera búin að fara yfir alla umferðina sko fyrir framan það sem ekkert með bílastæði og hæg umferð bíla sem að sækja þjónustu sem að bara, þú veist, fólk á og angandi eiga ekkert endilega vona á umferð lítilla skólabarna þarna á þessum reit, þannig að það er ekkert sérstaklega örugt heldur. Má ég spyrja? Já. Varðandi Suðurlandsbrautina og annarkvort undirgöngu eða göngubrú, hefur það aldrei komið til greina? Nei, það er náttúrulega sko, það eru fyrirhugaðar stórframkvæmdir náttúrulega í tengslu við borgarlínu. Og svo er náttúrulega, það er náttúrulega svona ýmsir hlutir sem eru náttúrulega í bígerð. Þú veist, ég er kannski minna að hugsa sko, ég er að gera ráð fyrir því að svæðið breytist. Það er náttúrulega reiturinn við Grensásveg, Suðurlandsbraut sem eru að vera að breyta og við erum bara að fá kynningu á. Hann gerir alveg ráð fyrir gangandi þar, en rými, sko, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona iðnaðar verslunarhúsnæðis svæði allt saman sem krakkarnir þurfa að koma sér yfir og það er þessi vegmúlaleið, sérstaklega, það er svona ég er rosa ofta að hugsa vegmúlan sem er svona mjög skrítin eining innan í þessu hverfi, sko, sem þannig 4 akreinar. Vegmúlinn, hann er, hvað ætla að sé langur, 200 metrar eða eitthvað. Það er eitthvað svona, það sem það er ekki, og það er ekki almennilega gangstéttir, það er endalaust rými þarna, engir hjólastígar eða neitt. Og það er allt einhvern veginn hugsað út frá bílnum á þessu svæði.
Já, en sko, einn punktur, svo við setjum ekki alla umræðan í eitthvað ekki einkabíla fókus. Þó að komi þung borgarlína eða létt borgarlína á Suðurlandsbrautina, þá breytir það engu að það er gangandi og hjólandi sem þurfa að komast þar yfir. Og í flestum slíkum tilvikum eru gerð undirgöng eða yfirgöng eða brú. Þess vegna er ég að spyrja. Er það ekkert á tekníkborðinu með þunga borgarlínu að það komi undirgöng undir þessa? Undir Suðurlandsbrautuna? Ég ekki svo ég þekki til, sko. Nei. Hvað segir þú, Helga? Ég ætlaði bara að vera ekki á mjút. Já, þetta er svona umræða sem hefur margsinnis farið fram. Fyrir 4 árum síðan, einmitt þegar voru að koma kosningar, þá var mikil vinna lögð í borgaryfirvöld og strætó að það yrði betri samgöngur fyrir börn, til dæmis úr Fossvogi og Bústaðahverfi sem að sækja alls konar íþróttaæfingar niður í Laugardal. Og við fengum fulltrúa frá strætó og samgöngustjóra borgarinnar til þess að koma á fund því að það var búið að útfæra rosalega flotta tillögu þess samgöngur á milli hverfanna, þannig að þau gætu farið í strætó á milli. Manstu þetta í, Dóra? Hringleiðin sem við vorum að leggja til. Og þetta er búið að vera alveg rosalega lengi til umræðu, öryggi barna í hverfinu þegar það er að sækja frístundir. Og þetta sem sagt rútan sem kom hérna til tals áðan hjá Víkingum sem að fer úr hérna Safamýri og hún fer upp í Hvassaskóla og svo fer hún upp í Breiðagerðisskóla og svo þaðan niður í Vík og það er enginn borð í rútunni og áður fyrir var frístundastarfsmaður sem tók á móti krökkunum niður í Vík, það er ekki lengur. Að því þú spurðir hvað brennur á fólki, Dóra. Það sem brennur allavega á barna og fjölskyldubarna. Þú dettur aldrei út. Detti út, ok. En náðu þessu? Já, það sem brennur á fólki er öryggi barna, kannski fyrst og fremst. Er það ekki Já, kjarninn? að fara til og frá heimili, til skóla, þessi hraðakstur nálægt leikskóla og grunnskóla og þegar þau þurfa að fara yfir Bústaðaveginn og yfir Grensásveginn og svo þau sem er að fara til dæmis í skautahöllina eða í sundæfingar í Laugardalshöllinni eða eitthvað íþróttastarf sem er ekki í okkar hverfum. Já. En endilega bara ítreka það sem ég sagði áðan, endilega sendiði mér þessar tillögur ykkar og ég færi það því við þurfum að senda frá okkur 1 skjal, við getum ekki verið að fylla út 6 skjöl, það er miklu einfaldara að ég fái bara liður 1, 2, 3 og færi það svo bara inn í sama skjalið, ég sendi ykkur það svo og þið samþykkið eða breytið eða þú veist hvað við viljum gera. Og Gústi bara, þú veist, ég meina þú leggur þá bara áherslu á vegmúlan og og Baldur, sko, ef að þú hefur áhuga á að og leggur það til að það verði gerð undirgöng þarna undir, þá bara gerur það er bara í góðu lagi, þú veist, við þurfum ekkert einhvern veginn að hafa einhverja neikvæða skoðun af því eða eitthvað út af, ég veit ekkert hvernig þetta fungerar alls saman með borgarlínuna, en það er líka bara eðlilegt að við, þú veist, við getum komið með einhverja hugmyndir og einhverja skoðanir að við viljum auka öryggi barna þarna á þessari leið svo sem með undirgöngum og það er okkur bara frjálst að senda það inn og þá er það bara komið inn í púkki og það er bara fínt og ég held að það væri bara frábært að það væri gerð svona undirgöng eða hvað það er en þú veist það er svona, segir sér sjálft að þetta þarf einhvern veginn að skoða einhverju flútti við komandi framkvæmdir á svæðinu en já, við erum það allavega búin að koma okkar á okkar óskum á framfæri. Ég var að spá hérna. Já, ég ætlum að segja Hilmar. Fyrir mörgum mánuðum þá var haldinn fundur í íbúðarráðinu í Bústöðum. Og þar var kvartað mikið undan viðhaldsleysi og ýmsu. Og ein hugmyndin var að jafnvel að byggja svona aðstöðu fyrir krakkana við Réttarskólana sem að þá krakkarnir í Álftamýraskóla, það er svona þægilegra fyrir þá líka þá að koma þangað. Hefur eitthvað verið gert í þessu máli eða þetta var... Í sambandi við
í sambandi við bústaði hefur ekkert verið gert, sko. Nei, hvort sé verið að spá í að byggja aðstöðu fyrir þau við réttarskólann eða hvort sé eitthvað að fara að laga þarna, þetta lá þungt á þeim þarna starfsmannina í bústöðum, sko. Þetta eru mjög margir mánuðir síðan við vorum þarna. Og bara gott að rifja það upp, þannig að þú ert þá allavega að koma með eitt atriði sem þú ætlar að senda mig til að setja í skjalið. Þetta er búið að vera sko kvarta yfir þessum gluggalausa kjallara, frábært starf þarna en alveg fáránlega aðstæða fyrir krakkana, þú veist, ekki bara ár eftir ár, heldur áratugum saman. Það er líka aðgengismál eða þú ert með barn í hjólastóli eða eitthvað sem ætlar að sækja hérna þjónustu. Það er þetta náttúrulega kjallara og aðgengi ekki gott. Já, nákvæmlega, sko. Það er bara, þú veist, þetta er bara mannréttindi. Svo kannski maður bæta einu við að ég er að tala um undirgöngundu bústaða eða eitthvað svona, þá finnst mér að í sumum tilfellum á ýmsum vettvangum þá eru menn fastir í einhverjum svona gömlum svona hálfgerðum skotgröfum og það má gera þetta, það má gera hitt vegna þess að það er einhver flokkur á móti þessu og hann er alltaf verið á móti þessu og hinn á móti hinn og umræðan bara kemst ekkert áfram, sorry. Við þurfum aðeins að komast upp úr svona díalóg og fara að horfa meira svona bara praktík og framhjá einhverju svona smá pólitík hér og þar og kannski smá þrjósku líka og einstefnu á alla kanta. En sko, já, það getur átt við alla. Og eitt í því til dæmis, ef við erum að tala um Laugardaginn og þetta hverfi, horfum aðeins á leiðina, það er komið brú yfir Miklubraut, bara meiri átta flott, bæði á Kringlunni og hérna hjá okkur. Það er börnin komast og fólk gerst á hjóli yfir Miklubrautina á brú. Þetta er bara common sense, þetta er bara common sense verkfræði. En sú brúarleið eða undirgöng, hún nær ekki yfir Suðurlandsbrautina. Ok, þá bara gerum við eitthvað í því. Þetta er svo miklar umferðaræður og það skiptir engu máli hvort að borgarlínan kemur eða ekki. Það þarf að fara yfir með svona hjól og annað þvíumlíkt og það verður hægt að gera það með undirgöngum eða brú, en þá er búið að leysa stóran hluta af því máli og þetta er ekki að vera að blanda einhverjum stórum málum eins og borgarlín og allsherjarnefndum og alls konar í svona einhver einföld úrlausnarefni. En svo má líka að vantar svo mikið grænt á þetta svæði að leita kannski annarra lausna, vera með einhverjar náttúrulokur eða eitthvað, byggja upp. Já, þú þarf náttúrulega að komast, hlutin af þessu er að komast yfir Suðurlandsbrautina, skilur við. Akkurat. Annarkvort þarf að fara undir hana eða yfir hana. Yfir hana, já. Ég meina með brú á ég við. Já. Það er hættulegt, við svona miklar umferðir þá er hættulegt að labba í Miklubraut, sko, eða hjólið í Miklubraut. Það er bara þannig. Og þá verður bara að finna aðra lausnir og það er ekki nema undir eða með brú. Og það þarf ekki að vera eitthvað meiri háttar mála að byggja brú yfir eða göng yfir Suðurlandsbrautana frekar en annar staðar, eða bara hérna í bústafinu sem enginn talar um og verið að gera nú þegar, einmitt. Bara nóg í bíli. Já, gott mál. Eitthvað sem þér dettur í hug, Kristinn? Svona sem að þú sér fyrir þér sem mikilvæga verkefni sem þarf að leggja peninga í á næsta árum? Já, ég var nú að lesa bara held í fréttum í dag að það var væntanleg sundlaug í Fossvoginn. Já. En nei, ég bara tek undir það sem að þið hafa verið að tala um. Það er náttúrulega umferðaröryggismálin hérna eru ansi brýn í þessu hverfi, en við Helgar skulum nú aðeins sittast yfir þetta og senda þér línu. Mjög gott. Og líka þið megið alveg bara kalla eftir, þú veist, frá fólki sem að þið teljið að hafi eitthvað gott að leggja inn í umræðina, bara kalla eftir fleiri og það á við okkur öll, við skulum tala við, þú veist Beta, þú tala við foreldrafélagið og við tölum svolítið öll við okkar svona bakland og svona hverfislega bakland og söfnum hugmyndum og reynum að skila inn bara flotta skjali. En ég tek heils ára undir það sem Guðrún sagði græn svæði og græn mál, ekki málið. Töfrum eitthvað fram. Róbert, heyrðu, þá held ég að þessum liði sé bara lokið.
Málefni hverfisins. Já, ég ætla bara að láta ykkur þú vita, ég var svo sem búin að nefna það áður, ég fekk póst frá þessum manni sem heitir Hörður og ég sagði honum að við myndum tekla málið svona að senda bara svona almenna bókun. Ég vildi bara láta ykkur vita af þessu af því þetta svona ekta málefni hverfisins þegar fólk hefur samband og er að velta upp hinn á þessu því miður þá er fólk ekki að nota netfangið nógu mikið og veit ekki af því og ég hef alltaf sagt reglulega frá því á Facebook og svona en bara það er mikið af upplýsingum sem fólk þarf að komast yfir. Eitthvað sem ykkur dettur í hug svona almennt undir málefni hverfisins? Svona frjálst liður. Kannski tvennt fyrirgefðu að ég tala af því ég kom seint á fundinn og ég beðst aftur velvirðingar á því. Í lið 2, hvað var aðalmálið þar? Umhverfis og skipulagssviðs bókun íbúðarráðs hjá bla bla. Já, það var bara mjög stutt. Þetta er í rauninni bara bréfið fylgir og þú getur skoðað það í rauninni bara eftir á. En þetta er bara bókun frá Flokki fólksins bara til stuðningserindinu, ekkert annað en það. En liður 3? Það var bókun sem kemur fram í fundargerð. Það var umræða okkar hraðakstur og skort á viðbrögðum hjá borginni og þetta kemur til dæmis skýrt fram í fundargerðinni þegar hún verður lögð fram í lok fundar sem var svona niðurstaðan af þeim umræðum. Var það Breiðagerðsskóli? Nei, það var meira. Þetta kemur alveg fram í bókuninni. Þannig að þetta er svona almennt hvað borgin hefur ekki brugðist við okkar bókunum. Það var svona svolítið tónninn í þessari bókun. Takk. Heyrðu, þá er það 7. liður sem er umsóknir í hverfissjóð og þar með lýkur útsendingu eða eins og maður myndi segja á tæknimáli þar með rjúfu við útsendingu á YouTube og á þeim forsendum að þessi liður er alltaf lokaður. Og þú lætur okkur vita, Heimir, hvenær það er? Ég geri það